heil og sæl og verið velkomin í... ertu með töluna Birkir? Já, TV9 held ég. Skera mig úr snörunni. Sigmundur Davíð síðasti gestur, sá þáttu var ekki nema 17 klukkutímar. Hann var óstuttur. Já, hann ætlum að reyna á hennan ennþá lengri. Já, það slagar nú bara í meti sem Erpur á. Já, Erpur er svona 3.45. Hann á nokkur Chesset Dark Met, hann Erpur, en talandum Erp, hann er auðvitað sagfræðingur og það er Hómer, nýju vinnur okkar. Já. Við viljum benda fólki að vera ekki að þvælast en á fréttasíðu til þess að skoða fasteignir. Árið er 2025. Árið er nefnilega 2025. Sækja þetta bara í appið, setja upp eignavakt, fá bara tilkynningu þegar drauma eignið þín. Já, sorry, ég ætla bara að segja, þú veist, eins og til dæmis ég bý í Salakörnu Kópavogi, þannig ég er bara búin að pinpointa það, bara ef ykkur eign losnar, I'm in there, sko. Já, og svo bara ertu kannski búin að niður njörðu einhverja eign og hún lækkar í verði. Búm, tilkynning. Mættur, getur hendi kauptilboðna. Getur bara gert það á bumbunni heima, sofanum. En allir að hlaða Hómer-appinu. Já, þetta er snilt. En að þætti kvöldsins, það er hann Haraldur Þórðarsson, forstjóri Skaga, en Skagi er nýtt afl á fjármálamarkaði. Í samstæðu Skaga eru Vís, Fossar og Íslensk verðbréf. Vertu hjartanlega velkomin. Kæra ekki fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Já, okkar er heiðurinn. Ég hef nú að viðurkenna að ég er smá laumu aðdáðandi, búin að fylgjast með ykkur í svolítinn tíma, þeir eru að gera góða hluti. Ok, gaman að heyra. Það eru sameiginlegir aðdáðandur. Já, saman. Hvernig liggur á þér, Haraldur? Mjög vel. Já. Kemur vel undan sumri. Það ekki? Jú, forgjöfun lækkaði. Ok. Já, laglegt. Já. Og öðru leiti bara ansi gott sumar, það vantaði ekki. Sko, tökum bara það strax. Hversu mikið lækkaði forgjöfun? Já. Og hvað átt að spila? Sko, ég byrjaði svona að gera eitthvað alveg allu að gólfinu í sumar. Þannig að ég hef alveg verið að fikta við þetta svona nokkur ára fresti hinga til en ákvað að gera svona alveg allu að þessu núna. Þannig að ég spilaði mest í oddinum í sumar en aðeins og Nesen líka. Og ég náttúrulega byrjaði eins og allir bara með forgjöf 54. Ég er að enda sumarið að því gefna að ég fari ekki eitthvað meira í 37, þannig að mér finnst þetta að vera svona búin að ganga þokkalega. Já. Og en auðvitað stefnaði, segja og skrifa hér og nú undir 20 næsta sumar, klár. Já, það er stórt. Já. Það er ekki láleit markmið. Uppáhalds kilva, árum við kveðum gólfið? 6. Það er 6? Já, hún er ekki fyrir alla. Nei. Það er segur. Nei, það er mikilvægt. Ef maður kann á hana, þá virkar hann mjög vel. Já, þeir eru vinir. Við skulum bara vinda okkur í þáttinn. Þetta var smá útúrdúr í bóði Ígul golfferða. Já. Þú er ekki reynda að tala um Ígul golfferði. Þegar þessi þáttur kemur lotið, þá eru þú að golfast með Ígul golfferðum á Alicante. Rétt. Við kannski... Fórkiðum minn vonandi... Já, líklega hækka bara á þér. Þú þekkir mig alltaf vel. Hún vil líklega bara hækka. Já, komum betur en það í næsta þætti. Það var kannski einhver að sögja að segja. En Skagi, nýtt afl á fjármálamarkaði. Heldur betur. Kannski byrjum bara að ræða almennt. Hvað gerir Skaga öðruvísi en hefðbundna banka og tryggingafélög? Sorry, ég ætla bara að koma með smá viðbót spurningu. Ég held að sé bara fullt af hlustendum sem að vita ekki almennilega hvað Skagi er. Sjáu þið oft á keldunni, en er mikið að velta fyrir sig hvað þetta er. Sko. Já, eðlilega, en það er þetta í raun og veru, eins og þú segir, nýtt afl á fjármálamarkaði. Við kynntum nýtt nafn til sögunar á síðasta ári í mars og það var í raun og veru gert í kjölfarið af samruna Vís og Fossa sem að mynda þá þessa samstæðu kjölfarið. SÍF eignastýring var komin á stað, eignastýringafélag. Þannig að Skagi er í raun og veru fjármálasamsteypa með áherslu á tryggingar, fjárfestingabankastarfsemi og eignastýringu. Og sko tryggingastarfsemin okkar er rekin gegnum Vís tryggingar sem er annað tveggja stærstu tryggingafélag landsins og er að vaksa mjög hratt og gengur vel þar. Fjárfestingabankastarfsemin er í gegnum Fossa sem er leiðandi og bráðum eini sérhæði fjárfestingabankin á markanum. Það er að segja ef að breytingar hjá Arion og Kveiku gangi gegn. Og svo eignastýringarstarfsemin, hún er í gegnum Íslensk verðbréf eða IVAF í daglegu tali. Og IVAF er á meðal stærstu eignastýringafélag landsins og núna með rúmlega 200 milljarðar í stýringu. Og er í raun og veru afrakstu samruna SÍF eignastýringar sem var til og var í stofnunarferli hjá Vís fyrir og svo á síðasta ári að þá
Keyptum við íslensk verðbréf sem að hérna var með 100 milljarða í stýringu í dótturfélaginu Nýva sjóðum, sameinuðum þessi félög og hérna þannig að þetta eru dótturfélögin og þetta eru þessar einingar sem að svona blasa við okkar viðskiptavinum. En saman mynda þessi félög svo heild sem að er samstæðan Skagi og er í raun og veru að veita einstaklingum, fjölskyldum, fagfjárfestum, stofnanafjárfestum, bara ansi breiða fjármálaþjónustu. Það er svona í hérna stuttumáli það sem Skagi er og til að koma inn á spurninguna hvað gerir Skaga öðruvísi og það má eiginlega segja eins og að blasi við ykkur hérna sem að fylgjast með markanum að það er eiginlega tvíþætt, það er annars vegar strúktúrin hjá okkur er aðeins öðruvísi en fólki vant að sjá varandi fjármálafyrirtæki. Við erum hérna fjármálasamsteypa með móðurfélagsfyrirkomulagi. Þannig að það sem að flestir eru vanir að sjá ef við horfum tilviki bankana að bankarnir er að reka margir hverju tryggingafélög og eignastýringafélög eins og við en banki sjálfur er móðurfélagið. Hérna, hjá okkur er þetta móðurfélagsfyrirkomulag sem er Skagi og það er svolítið stór munur og svo eru einhverju leyti ólíkar áherslur hjá okkur gagnvart okkar svona samkeppnisaðilum ef við getum sagt það og sérstaklega í bankastarfseminni ef við byrjum á hins vegar tryggingum og eignastýringu að þá er kannski má eiginlega segja að við séum með hefðbundna svona í takt við hefðbundna starfsemi þar í takt við það sem að þekkist í okkar samkeppnisaðilum þó með ólíkum áherslum ég meina það er hjá Vís sem að leggur mikið upp úr háu þjónustigi og að veita viðskiptunum ráðgjöf og hérna og tryggja það að þeir njóti réttra verndar svo framvegis og hjá IVAF svona áhersla svolítið á langtíma árangur í fjárfestingum, byggja upp sparnað, byggja upp eignasöfn. Þar ekki verið að elta heitu treytin, það ekki verið að lofa neinu skýjaborgum, þetta svona jafn langtíma vöxtur og þetta þannig að það kannski það sem að áherslu sem skera þessi félög út frá sínum samkeppnisaðilum. En svo í bankastarfseminni þá erum við að taka svolítið annan fókus en til að mynda viðskiptabankarnir. Af því að í gegnum Fossa og bara samstæðina þá í heild að þá erum við að fókusa miklu meira á að vera milliliður fjármagns en ekki áfangastaður fjármagns ef við getum kallað sem svo. Þannig að við erum í raun og veru að miðla fjármagni frá þeim sem að þurfa að koma þeim í vinnu til þeirra sem að vilja nýta það til uppbyggingar eða fjárfestingar, athafnasamt fólk og fyrirtæki og þetta í raun og veru kölluða arbarari partumarkaðar eins og okkar mati að vera í þessum millilega hlutverki. Þetta gengur í stuttumáli út á að sækja lán, strúktúra þau og selja þau frá sér að hluta eða stundum öllu leyti. Það oftast eitthvað eftir á efnahagsreikningi Fossa en við skulum hafa í huga sko Fossar eru mun minni banki en allir aðrir bankar og á landinu en svo eru þessi lán svo selda áfram í eignastýringasöfn, lánasjóði og jafnvel til lífeyrissjóða en það þetta þróun sem í auknum mæli að eiga sér stað á alþjóðavísu og aðeins byrjað heima á Íslandi að fjármálaþjónusta sem sérstaklega sem hverjust lánastarfsemi farin að leita í auknum mæli út fyrir þessi hefðbundnu viðskiptabankamódel og ég veit að þið þekkið að það eru sívaxandi kvaðir ekki síst þegar á kerfislega mikilvæga banka að gerir þeim kannski stundum erfiðar vik að vera samkeppnishæfir í tiltekinni lánastarfsemi og þarna við raun og veru á mjög góðri sillu sem við óperurum á og erum þarna í þessu hlutverki eins og ég segi sem milliliður fjármagns. Þannig að þetta
ef að þetta svara spurningunni hvernig erum við öðruvísi að þá þetta ætti það að sumera nokkurn veginn upp. Þetta var Skagi 101. Ja, mjög gott, með þetta. mjög gott. Sko, eitt sem ég hjó eftir strax, Fossar eini sérhæði fjárfestingarbankin ef Arion og Kvika verður, er ég að skilja það rétt? Já. Já, áhugavert. Í raun og verið, sko, Kvika hefur verið, þið þekki þá sögu, þetta er búið að vera mjög farsæl uppbygging eftir sameiningu Straums og MP sem var 2015. Kvika byrjar á að svona konsolidera eignastýringamarkaðinn og raun og veru vaksa svo áfram og hafa jákvæð áhrif líka þegar kemur að innlánamarkaði þegar þeir eru komnir í víðtækari starfsemi. Við vorum alltaf með viðskiptabankaleyfi í svona krafti viðskiptabankaleyfis MP-banka á sínu tíma. Þannig að en auðvitað ef að verður að þessi samruni gengur í gegn á þeim, að þá í raun og veru má ég alveg segja að það sé einn óháður, sérhæður fjárfestingabanki eftir landslægin og það eru Fossar og þannig að það er þannig blasir þetta mér. Já, og þeir eru þá eiginlega eina svona félagi á Íslandi, langum að segja allavega í Kauphallinni, þá, já, bara á Íslandi. Strúktúrin, af hverju ákveðið að fara í nákvæmlega þessi fyrirtæki og er eitthvað sem vantar, eitthvað gat sem eitthvað langar að fara í líka? Já, góð spurning. Sko, ef við gefum forsöguna að þá og þetta er eiginlega 2 sögur og Gjörðu svo vel. Ég læt vaða. Já. Það sem sagt ég held að það hafi verið árið 2022 að þá var farið í ákveðna stefnu rýni á vettvangi VÍS, stjórna VÍS og stjórnenda og það var svona verið að horfa til þess að hvernig væri hægt að bæta arðsemi og svona skerpa framtíðarsýn. Það hafði svona verið brokkgengt árin áður og Var ekki búið að tapa 6 ári röð eða eitthvað slíkt? Jú, hafa búið að tapa markaðslut til 6 ári röð og afkoma var svolítið borin uppi af fjárfestingarhliðinni en þar í raun og veru í kjölfarið þeirri vinnu sem að ég kom ekki að á þeim tíma en það var í Fossum þá og að þá var sem sagt lagt upp með að leggja áherslu til framtíðar á fjölga tekjustöðum sem að er líklega komið til vegna þess að regluverki kringum fjármálafyrirtæki er svona svolítið eins og mittismáli, leitnin er út af við og þannig að sívaxandi og þetta er mjög tryggingamarkaðurinn er mjög þroskaður og ég ætla ekki að segja takmarkar ímyndið vaxtar en það er það þó á vissu leyti að þetta er mikil samkeppnismarkaður þannig að fjölga tekjustöðum auka að gera fyrirtæki eða svona sókndjarfara sölusæknara fyrirtæki og svo sem var hitt að taka þátt í þróun á fjármálamarkaði til framtíðar og þar í raun og veru fyrsta skrifið þar hjá þeim var stofnun SIF eignastýringar sem er mjög skynsamleg ráðstöfun af því að það er náttúrulega óhjákvæmulegu fylgifiskur tryggingastarfsemi eru fjárfestingar, þú móttekur iðgjöldin og þau fara ekki út fyrir en að einhver óvænt óhöpp verða og það þarf að fjárfesta eða ávaxta þetta fjár meðan. Þannig að þetta er partur af DNA-inu og svo er hægt að og það eru mörg dæmi erlendis frá það sem að tryggingafélög stofna eignastýringar, það sem að þau geta hraðað vexti og eignum í stýringu boðið þriðju aðilum utan að koma til fjárfestum að taka þátt í fjárfestingum tryggingafélagsins og svona veita aðganga þessari hugmyndafræði sem að hvert og eitt félag byggir að í fjárfestingum sem er bara frábært. Algjörlega hefur gefist mjög vel víða og þannig að það var fyrsta skrefið. Næsta skref er í raun og veru þá hefjast sameiningarviðræði við Fossa og þannig verður þetta módel til og
þetta oft á tíðum að tala sko, hvernig tryggingafélag og fjárfestingabanki heima saman og ég get alveg svarað því að það eru margar ástæður fyrir því en þetta samt ekki bara það af því að þetta þessi þríliða. Þetta þessi tryggingafélag, fjárfestingabanki og eignastýring og það mjög mikilvægur partur í þessari virðiskeðju sem við erum að byggja. Og þannig kemur þetta til að við sem sagt veljum þessi félög saman og svo tók við talsvert svona umbreytingaverkefni þar sem að Skagi nýtt vörumerki nafn verður til við þurftum að út af ákveðnum strúktúr ástæðum að færa tryggingaresturinn í nýtt dótturfélag. Það félagi heitir Vátrygingafélag Íslands áður og nýja félagi heitir Vístryggingar og þannig að þetta mjög skemmtilegt verkefni, mörg handtök og en þannig að það í raun og veru staðan sem að við erum búin að vera í núna. Þetta langtímaverkefni, við erum bara út í miðri á og það rétt að hafa í huga því að þú ert áhuga saman hvernig þessi félög velja saman að sko hlutfallslega, það sem að gera okkur líka öðru í sig en önnur félög í okkar samkennisumhverfi að tryggingafélagið ennþá hlutfallslega langstæsti parturinn á starfseminni. Það alveg í kringum, eftir hvernig þú horfir á það, en þetta svona 80-20. Fjármálastarfsemin svo bankinn og eignastýringin og við erum auðvitað með vaxtamarkmið á öllum vígstöðum. En þið viljið lækka hlutfallið eða ekki? Tryggingafhlutfallið, eða ekki? Sko, við viljum ekki lækka tryggingahlutfallið. Eða skilur hvað hlutfallið við hínas. Já, akkurat, akkurat og þannig að við erum með aggressív vaxtamarkmið í, við skulum segja öllum meiningum og það gengur mjög vel. Vís hraðast vaxandi tryggingafélag landsins og bara til að gefa ykkur dæmi það á fyrsta ársfjórðungi þessa árs í krónum talið þá óx Vís meira en öll hinn tryggingafélagin samanlegt. Já, sælir. Þannig að það Takk. Og en svo erum við í fjármálastarfseminni að þar erum við í mikill uppbyggingu og af hverju erum við í mikill uppbyggingu og það að því að þetta ótrúlega fjármálastarfsemi, bankastarfsemi og eignastýring. Þetta rosalega mikil svona skalastarfsemi. Stærðarhagkvæmni lykilatriði og við erum að ná okkur upp í stærðarhagkvæmni til að við séum með í raun og veru arðsemi í takt við það sem að aðri bankar eða fjárfestingabankar hlutar og eignastýring eru í kringum okkur. Þannig að þetta svona og að því þú spurðir eitthvað önnur félag sem kemur til greina við erum og fyrst og fremst að fókusera á fjármálastarfsemi og þá ég að tala heildstætt tryggingar, bankastarfsemi og bara allt sem geti flokkast undir fjármálastarfsemi. Við erum hins vegar með tiltölulega opinn hug í okkar vexti og erum bara, það partur af minni vinnu, bara fylgjast með hvaða tækifæri geta skapast þarna úti. Og þannig að það ekkert hægt að útiloka neitt í því að það geti bæst í flóruna. Já. Þannig. Sko, eitt sem ég að pæla strax að því að hann talaði sérhæfðan fjárfestingabanka. Ég velti fyrir mér, sko, að því að tala hinir bankarnir náttúrulega, eru viðskiptabankar, fannst þið bara þarna vera eitthvað gat á markaði, til dæmis, ef við tala Fossa samanborið við að fara bara all-in á viðskiptabankasvið eða með lausnir eins og Kvikar að gera eða eitthvað slíkt? Já, sko, við erum ef ég má, svona teikna upp eða gera allavega því að teikna upp samkynnislandslægið og það rosalega koncentrerað á sitthvorn enda á spektrumið og það sem ég meina með því á öðrum endanum erum við með viðskiptabanka sem þá Arion, Landsbanki, Íslandsbanki og Kvika. 3 af þeim eru kerfislega mikilvægir og sérstaklega þeir 3 eru í það sem ég kalla alþjónusta. Þeir eru að gera allt fyrir alla og Kvika hefur svona verið að vaxa náttúrulega í áttið þeirra og úr þessu hlutverki sérhæfða fjárfestingabanka í gegnum undanfarin ár og en á hinum endanum á spektruminu
eru svo smærri og eða sérhæðir aðilar og við erum bara akkurat á syllunni á milli og það staður sem að við viljum vera, það okkar sérstaða. Við teljum sem svo að það mjög mikið tækifæri í að vera í milliliða hlutverki í fjármagni og miðlum fjármagns og bæði við setjum eina tækifærum sem að það sem að svona viðskiptabankarnir eru ósamkeppnishæfir eða eru bara hreinlega út fyrir boxin sem þeir þurfa að tekja í en við erum samt við erum að hafa í huga, við erum að veita í raun og veru alla þá fjármálaþjónustu sem þeir gera fyrir utan að taka á móti innlánum neytendalán og svona tengd þjónusta. Þannig að fjárfestingabankaleyfið að lána fyrirtækisleyfi ansi víðfeðmt og svo á hinum endanum erum við með smærri og sérhæðir aðilar. Þeir veita sumt fyrir suma og í raun og veru geta ekki þjónusta sína viðskiptavini umfram ýmis stærði eða bara hreinlega starfsheimildir. Þannig að þetta fyrir mér bara ákveðið svítspot sem við erum að ópera í. Þar viljum við vera og við erum alveg með skýra afmörkun þar á mínu mati. Já, klárt, mjög spennandi. Já, þetta miklu heildstæðari mynd en maður hafði gert sér grein fyrir. Klárt. Mér fannst þetta miklu meiri, ég held að vera bara einhver savantýrslega, ég hafði ekkert gefið svo mikið gaum, en þetta allt út pælt þarna. Já, mér langar líka að því við vorum nú með Ástu í festi hérna daginn og við erum með svona eitthvað mömmu fettist núna og við erum að tala um mömmur. Talaðu nú fyrir sjálfa þeim. Já, sko, samlegar áhrifin í svona, við töluðum alltaf heilengi við Ástu þetta, þarna ertu með 3 ólík fyrirtæki en samt eins og við kannski aðeins búin að koma inn á, ekki sérstaklega ólík en allavega vinna vel saman. Sko, áttu dæmi handa hlustendum það sem að það raunverulega hagnast þessum félögum að vera inn í samstæðu Skagasambúri við væri bara 3 ólík félög einstök. Algjörlega. Sko, þetta ákveðin virðiskeiða sem við erum að keyra í og við erum alltaf að tala annars vegar tekjusamleið og hins vegar kostnaðarsamleið og mótilið okkar hvað þetta var að gengur í sinni einföldustu mynd út á það að saman geta þessi félög knúið tekjuvöxt hraðar með minni tilkostnaði og knúið tekjuvöxt hraðar í krafti krossölu og með minni tilkostnaði í svona með samnýtingu innviða, samnýtingu stóðsviða og þar fram til götunum og þannig að ég get nefnt dæmi að núna hafin í raun og veru bein markaðssetning á sparnaðarvörum, IVAF, reglu sparnaður, opni sjóðir, skuldabréf erlend, lausafjársjóðir. Þetta stendur núna 60.000 fjölskyldum við bóða sem í viðskiptum af vís í beinni markas, eða í beinni tengingu á sérkjörum fyrir þá viðskiptavini. Þannig að þetta skýr styrkur fyrir vöxt eignastýringafélagsins. Og þetta virka, sorry? Já, þetta komið að stað, skulum við segja. Og af því að það og ég ætla bara að fá að vera hreinskilin hérna, það í svona handtökunir eru mörg og að fara í gegnum svona að þú ert að setja saman félög sem eru vön því að vinna standalone og fara óperir í samstöðu, það svona meira segufljótandi en maður hefði stundum gert ráð fyrir eða vonað, skulum við segja, en sumt gengur bara mjög hratt en það þarf að, bara til að gefa ykkur hugmynd, þú þarft að fá afla heimildar, það þarf að setja til þess að bjóða vörur á milli félaga, þú þarft að setja inn í skilmála og þú þarft að byggja upp svona stafræna vegferð og stafræn viðmót sem grípur þetta. Þetta náttúrulega talsverður fjöldi og það þarf að gera upplifunina sem þægilegasta, einfaldasta en uppfylla þó alla lagakröfur en þó að hafa sem fæst klikk af því að þið þekki þetta ef þið farið inn á eitthvað af þessum appum og ef þú þarft að klikka oftar en 5-6 sinnum að þá áttu farin. Þannig að já, þetta byrjað að virka, þetta
mun virka betur. Hefur það tekið lengri tíma að bjóstu við kannski? Já og nei. Ekki að segja allt sem snýrað einhverjum tilfærslu, setja inn í skilmála, þetta allt svona, það auðvelt að mana að gera þessu. Þú setur bara inn í verkefnastjórnuna, ramma og kannski bara helsta sem að lengsta og mesta óvissan í tímalínu þar ef þú þarft eitthvað samþykki utan að koma til aðala, eins og eftirlitsaðala og svo leiðis. En svo það hitt að það sem að menning og hugafar, það langklif og þannig að það og ég verð nú bara að hrósa öllu starfsfólki allra þessara félaga og samstæðunar að þetta hefur gengið ótrúlega vel og það allir mjög opnir en þetta ólík félög, það ólík menning í hverjum félögum. Það sem að við erum að leggja áherslu í þessu ósköp einfaldlega, við erum ekki að steypa alla í sama mót. Heldur, við viljum nýta styrkleika í þeirri menningu sem býr hjá hverju félagi en að bara að búa til þetta hugafara að það eru sjálfstæð félög, rekin í samstæðinni, en við erum líka partur af heild og að nýta tækifærin sem fylgja því að geta búið sínu viðskiptavinum, breiðara vöruframboð með fyrirtækja viðskiptavin hjá Vís og þú getur núna búið honum samtal við fyrirtækjaráðgjöf á Fossum eða aðganga lánasviði þar til að skoða eitthvað mál, lausa fjárstýringu og svo framvegis. Viðskiptavinir kunna að meta þetta og þetta að virka mjög vel. Og það alveg dæmi það að við höfum fengið viðskiptavinir til okkar á grundvelli þess að það hægt að sækja fleiri þjónustu en bara tryggingar eða bara sjóðaviðskipti eða eitthvað slíkt. Þannig að það alveg að ganga vel, en þetta svona að ná þessu, hvað ég að segja, þetta svona svolítið, ég lýsi þessu svolítið eins og gangverki. Þetta ekki eins og íslenska verðbréf dálítið? Þetta svona slowly but steady? Já, það má segja það, og þetta þannig fólk þarf að gila saman, nýtt fólk þarf að vinna saman, það eru breytingar, það einhverjum tímapunktum hefur verið óvissa, þannig að allt þetta eitthvað sem að fer misvel í fólk en ég svona hvet alla til að sjá tækifæri núna í samstæðu Skaga, þú með mjög dýnamíska vinnustað. Þú með miklu fleiri tækifæri til að þróast í starfi, að þróast úr einu fyrirtæki yfir í annað, prófa frá breiðari þekkingu. Það margt mjög gott í þessu sem að ég held að við svona fólk átt að sjá sumt strax, sumir aðeins síðar og við berum bara virðingu fyrir því og við erum líka til að undirstrika það að þetta 3 ára vegferð sem að við stiltum upp í kjölfar samruna Vís og Fossa 2003. Þannig að ég segi við erum ég ekki að segja henni ljúki þá en við settum upp 3 ára markmið í þessa umbreytingu og við erum núna komin inn í seinni hálfleik og en þessi 3 ára eru búin í lok næsta árs og bara mjög skýr markmið hvað við ætlum að vera búin að gera þegar við komum þangað og það bara heilt yfir á réttri leið og það ekkert leiðin þangað ekki línuleg og og það rosalega mikil vinna búin að fara fram sem að snýra þessu sem ég segi, skilmálar, ferlar, stafræn vegferð, allt þetta bara búið að koma fram á kostnaðarhliðinni. Já, ég trúi því. Núna fyrst þetta að fara að byrja að koma fram á tekjuhliðinni og það óbúslega skemmtilegu tími að vera að ég er mjög spenntur fyrir því. Þetta skemmtilegt tíma að byrja að fara inn í. Já. Orka náttúrunar. Já. Það var þetta mögnu stemning á Orku og vísindadeginum. Hún var það, heyrði ég. Orkuveitar og dótturfyrirtæki Ljósleiðarinn, Veitur, Carbfix og tók á móti 650 nemendum. Talandi góðar mömmur, Skagi, Orkuveitan maður. Orka náttúrunar, Carbfix, Ljósleiðarinn, Veitur. Já, við erum með mömmu fettis, sko. Já, við erum mömmu fettis. En ég líka með Orku náttúrunar fettis. Já. Þú ert með Orku fettis. Já.
þessar kendir þínar það er taka á sig sífellt skrýtnari birtingarmyndir, en ég reyndar ekki að fordæma orku. Nei, ég segi bara leitið að appelsínugura leitnum og þá eru þið í góðum málum, þá eru örgum höndum. Já, auðvitað, besta appi líka. Og besta verði. Junglega skemmtilega vinnustöða líka. Já, frábær. En svo það Dynout. Birgir, þú fer nú svolítið út að borða. Ég fer mjög mikið út að borða. Ég Lúxuskall, út að borða á laugardaginn. Trítar konuna. Já, eða núna enda bara með strákunum. Jæja. Það grillmarkaður sem var fyrir valinu núna og ástæðan ekki að því Það var ekki Hard Rock. Nei, ég kem að Hard Rock eftir sko, en ég fór að grillmarkaðan, ég sagði við strákuna, please fer með Hard Rock. En það var uppselt, held ég. Já, líklega. En nei, en hugmyndin sem með Dynout ekki að því að ég ætla ekki að panta með borða á grillmarkaðanum. Nei. Ég fór bara dynout.is og svo var ég bara surprise me. Dynout stærsti veitingastæður á Íslandi. Það bara nákvæmlega þannig. Já. En auðvitað langbest að panta borða á Hard Rock. Og ég nefnilega að fara þangað bæði á föstudaginn og sunnudaginn. Áttu eitthvað varning frá þeim? Eitthvað góðan ból eða þeir eru auðvitað með versluna þetta? Já, eina svarta hettipeysu sem er glæsileg sko. Já. Þeir eru kannski bara eitthvað að vera í henni þætti. Já, það væri gaman að vera, ég ætla að mæta þetta með derhúna næst og að því ég í alvörunni, ég nota kalda derhúna mína mjög mikið í padel. Bara nett að vera mertur kalda, finnst mér. Já. Ég var líka mjög til að vera mertur Hard Rock. En svo eitt við Hard Rock, því að við erum mikið búin að tala um burgarna. Þú ert náttúrulega hamborgarakall. Já, ég er hamborgarakall, sko. En svo ég líka barbecue rifakall, eða rifjakall. Já. Og Hard Rock International, af því að þetta er nú alþjóðleg keðja, að þeir eru með mjög stóra skammta, ef þú vilt, af barbecue rifjum. Og það fyrir lengra komin að klára það. Mér hefur tekist það, sko. Er það? En þetta er unreal shit hvað þetta er mikið, sko. Ég elska þegar það er almennilega skammta á diskin. Ég þoli ekki þessar löðrandi í barbecue-sósu, sko. Þetta er helviti gott. Þetta er áhugavert sem hún nefnir haldi með menninguna og að ég alltaf halda eins og til að mynda með Fossa og kannski vinnumenningu á fjármálamarkaði, það er kannski aðeins önnur skepna á almennu vinnumarkaði og kannski á tryggingamarkaði. Já. Og eins og segir að steypi ekki alla í sama mót, af því að það eru líklega tvær leiðir færa, það er annars vegar bara einmitt að steypa allir sama mót og allir eru bara ef að vera eins eftir einni menningu eða megamenn upplifa sig sem kannski þeir eru auðvitað partur á Skaga en líka bara Fossar eða Vís. Já, ég segi líka að hvort sem það er Arionbanki eða Íslandsbanki, það er ekkert endilega sama menning í fyrirtækjasviði eða fjárfestingarbankasviði, sko. Nei. Þannig að og það er ekkert öðruvísi í okkur og þannig að það getur jafnvel verið niður á deildir og öðruvísi menning í framlínu og þessu stóðdeildi, þetta er gegnum gangandi en auðvitað er alltaf sterkt entity að tilheyra einhverjum lög eða einhverju fyrirtæki og en þetta er svona eins og við leggjum þetta upp. Við erum að vinna hvert og eitt, þetta eru náttúrulega 4 mismunandi félög með móðurfélagi og svo er það bara að átta sig á tækifærum í því að hafa aðgang að fólki, krafti, vörum, þjónustu, hinna fyrirtækjana. Frá mínum bæðir séð að þá gerir það bara fólki kleift til að sinna sínu viðskiptavinu betur, sínu starfi og líklega bara til að ná árangri þar með að hafa stærra toolbox ef við má sletta. Já, klart. Mér finnst það áhugavert sem að tala, þú reyndar svaraði ágætlega á að þeir eru seinna áleik núna og þessi vegferð á að vegferð klárast aldrei en þessi vegferð á að klárast í loka árs 26. Hvernig sérðu þá fyrir vitum við ekki hvað gerist þá eftir tæpa 18 mánuði þegar þessari vegferð 26 er loki, ætli þá aðeins að slaka á og þá ætti vonandi skipið að vera aðeins svona allavega byrja að sigla í rétta átt og þú svona vonandi getur aðeins kannski hætt að vinna 20 klukktíma á dag eða þá farið kannski bara að horfa í næsta vaxtafasa eða? Já, og það er ekkert eitthvað slaka á. Við erum þegar byrjuð að undirbúa næstu langtímamarkmið. Þannig að það er hvernig spyr ég? Já, þannig að Nei, og þetta er líka bara það gaman, skemmtilega við að vera í uppbyggingu. Og þetta er það sem að gera líka Skaga og Skagafélögin að áhuga að vera vinnustað. Af því að þetta er dýnamísku vinnustæður. Það er alveg mjög margt í gangi. Það verða alveg einhverja breytingar, ekki allstaðar en einhver staðar. Og ég er bara þannig þenkjandi að fyrir mér því breytinga tækifæri og ég bara hvet alla til að horfa á þannig, sko. Já. Fossar, leituðu þið til Vís að kaupa í samræðanum?
Var það þannig? Eða má ekki spyrja þessu? Já, má alveg spyrja þessu en ég ætla bara að svara á diplomatískan hátt og Já. segja að það hefur verið gagnkvæmur áhugi. Ég velti bara fyrir mér af hverju Vís en ekki hinn félögin til dæmis, sko. Já, en það sko hins vegar, það má eiginlega segja í forsöginni sem að ég vísaði áðan sko, að það fór ákveðin vekkferð að stað innan í Vís sko. Þannig að við getum orðað þannig að Vís hafi verið leiðandi hvað þetta var. Þú ert náttúrulega forstjóri Skaga og þú ert með þessi 3 félög undir þér, fer jafn mikil tími í öll 3? Það svona heilt yfir, já, en mismikið á hverjum tímapunkti. Já. Og bara mismunandi framlag líka. Og ég held að ég ætla ekki að segja að ég sé með Íslandsmeistari í stjórnarsetu en ég í nokkrum stjórnum og það náttúrulega við þurfum bara að fylgja eftir ekstrinum, þannig ég í stjórn Vís, ég stjórnarformaður Fossa og svo auðvitað ég á undirbúið stjórnarhund Skaga og þannig að en ég geri aldrei upp á milli barnanna minna. Nei, það nokkuð. Nei, grunaði ekki. Reynda nappan þarna. Já, ég hef ekkert pælt í Íslandi. En við ætlum aðeins að fara yfir hlutahópinn, hann ekki að verja endanum. Nei. Það auðvitað Volt sem að færa okkur hann. Já, þeir eru ekki heldur að verja endanum. Nei, lífið bræðast betur með Volt, það bara þannig. Volt Plus? Já, þú getur fengið nánast allt heimsend. Nánast allt. Já. Guð blessi Skaga og Volt fyrir þær samkynniðu ámaðar. Nei, Volt ekki að næstum allt heimsendin. Volt Plus 490 krónur. Sko, já, ég ætlaði bara Volt, allir að fá sér Volt, allir að panta með Volt og allir að fá sér Volt Plus. Mér langar að stanna hlutahópin hjá Skaga. Mér finnst hann mjög, ég ætla bara að segja, mér finnst hann sexy. Hann klettharður. Mér finnst hann klettharður og sexy og hann góð hybrid útgáfa. Maður sér þetta ekki mikið í kaupöldinni í dag. Sterkir einkafjárfestar og svo stofnanafjárfestar líka, kjörfestarfjárfestar. En fyrsta spurning sko, ég hjó eftir á top 20 listanum yours truly, sem situr hérna mót okkur. Hversu mikilvægt finnst þér að forstjóri í skráðufélagi sé með skin in the game? Skin í leiknum? Sko, ef ég byrja almennt, ég held að það sé, og ég trúi því sjálfur, að eignarhald í hópi starfsmanna sé af hinu góða og þetta mjög góð leið til að hagsmunir fari saman, mjög góð leið til að verði til svona eigenda hugsun og já, má segja að það njóti allir það gangi vel og það sama á við mig og þannig að en ég get alveg svona fallist á það ef að ég bara hugsa þetta on the spot að það getur vel verið að þegar aðstæður uppi að forstjóri hluthafi líka að í talsverðum mæli að það kannski svona breykar aðeins sjónarhornið sem að hann hefur á reksturinn sem að ég held að sé líka af hennu góða sko. Já, það ekki bara? Jú, ég held það. Þannig að ég allavega það trufla mig ekki í daglegum rekstri og þvert á móti að mínu vati. En að samanskapi ég held að það sé eða ég til og bara það er bjargföst trú mín að þáttaka starfsmanna í eignarhaldi bara heilt yfir, þá var ég að tala allir starfsmenn sé af henni góða og við nálgumst að þannig að við erum til dæmis með að býðst öllum starfsmönnum inn í Skaga samstæðinni að vera í kaupréttakerfi hjá okkur og þannig að það gefur það fólki færi á að byggja upp einhver eign í félaginu, kjósuðu þau að gera það sko. Það bara starfsmenn Skaga eða líka dótturfélag? Allra félagi samstæðum. Já, vel gert. Ánægð með þetta. Töff. Sko, mér langar aðeins að gefa hann bara smá loft, smá ljós. Stærsti eigandi félagsins þetta Bjarni Ormarsson, sem við höfum reynd að fá í þáttinn ofta út að hlusta. Engin pressa. Engin pressa. Hversu mikla, hann var að bæta við sem bara daginn, hefur greinilega mikla trúið sem í gangi hjá ykkur. Hversu mikla þekkingu kemur hann með á borðið? Sko, ég held að það sé bara rosalega gott fyrir félög að vera með sterka einkafjárfesta sem að oft hafa skoðun og deila sinni þekkingu og reynslu og í því felst að hluta til styrkur í okkar hluthafa hópi og
þetta náttúrulega svolítið breið eins og þú fórst yfir, svona breiður hópur. Við erum með stofnanafjárfesta, við erum náttúrulega fullt af einstaklingum eða svona smærri einkafjárfesta og svo erum við með stærri einkafjárfesta og ég held að við séum svona í hærra lagi í Kauphöllinni. Ég held að eignarhald svona einkafjárfesta sé eitthvað í kringum 43-4% og sem að ég lít bara á sem styrkleika og að því að það er bara kostur að geta sótt svona þekkingu og reynslu í þennan hóp. Ég er í sambandi við ekki alla, mjög marga hluthafa í gegnum uppgjörskynningar og fundi í tengslum við það og ég býð alltaf öllum að stærstu hlutum að upp á fund í kjölfar hverja einustu kynninga og eða hvers einustu uppgjör og og þar hef ég átt samtöl við í raun og veru þá alla og allir hafa sitt input og Bjarni þar á meðal sem að input og uppbyggilegt aðhald. Já, harður en sanngjarn. Sko, en hvernig, ef ég spyr bara, burt sér kannski bara frá Skaga, heldur bara almennt, ef að vera að horfa á þetta líka bara sem sérfræðingur, þú veist, drauma samsetning á hlutafólk hjá skráðu félagi, því maður skilur alveg að það er örugglega kósí að vera bara með 20 lífeyrissjóði sem að hreyfa sig ekki og þú veist bara með solid fjármagn, en hvernig er draumurinn? Eða svona? Sko ég er þeirra skoðunarskipti er að finna góða og ég er þeirra skoðunar og mér finnst gott ef að það er aðalfundur og það eru spurningar eða umræður. Já. Og þannig að draumahópurinn er og ég er ekki með neinu móti að hallmæla núverandi hlutahópi að hjá mér í dag sem er bara frábær og í raun og veru uppfylli þessa kríteríu að það er bara sundurleitur hópur sem að hafa fjárstyrk, hafa eru langtímafjárfestar, sumir eru skemmri tíma en það er gott að hafa, ég held sem að þú varst held ég að vísa í að móti þeim sem eru kannski með mjög mikið langtímafjármagn og eru fjárfestir mjög víða að vera með einhverja sem eru með mikið undir hlutfallslega í okkar félagi og hafa skoðun og eru svona pínu directional hluthafar. Það finnst mér vera besta samsetningin að því að þá ertu að fá bara fleiri en eina tegunda aðhaldi og þannig að ég hef alveg rætt þetta við marga og meðal annars í hlutahópnum og mér heyri svona flesti vera þessu að heilbrigð samsetning þar sem að við erum með stofnanafjárfesta og einkafjárfesta, það sé í raun og veru besta samsetningin í raun og veru. Já, það er einn nafnlausriddari sem spyr erfiðastur Bjarni Ármanns, Jón Ásgeir eða Ásgeir Eikverð? Sko, ég verði nú ekki bara að segja Reykurinn. Já. Gemur ekki á það. Kannski bara eitt af því að tala drauma hlutahóp, eða ég var að spyrja út í að erlendi fjárfestar, eða eitthvað sem að þið hafið líklega áhuga á, en hvernig náðu þeim? Já, þetta er nú búið að vera svona óvalega minni könnu í gennum tíðina og það er í raun og veru alveg merkilegt hvað það er ég ætla ekki að segja merkilega einfalt en það er ekki mjög flókið og en erlendi fjárfestar eru náttúrulega misjafnir eins og þeir eru margir en þetta gengur rosalega mikið bara út á markaðsstarf og þú þarft að vera með í raun og veru góða þekkingu á hefnaðarkerfinu og öllu sem því tengist og þú þarft að bara fara, mæta á svæðið, taka í hendur, presentera, markaðssetja, halda viðburði. Svo er þetta bara eins og gamla sjampóauglýsingin, bara laður, rinse, repeat, aftur. Og þetta er bara mikil vinna og ég og minn makkeri í margar ára, Steingrímur Arnar Finnsson,
Við grínuðumst ofta við værum að reyma okkur skóna og fara að selja teppi sko. En það er tilvísun í teppasölum sko. en þetta samt þetta bara snýst þetta af því að það engin eitthvað út í heimi og googla kaupa í Skaga kaupa í Skaga eða kaupa eitthvað á Íslandi sko. Og nú er ég að tala um þetta í svona breiðara samhengi sko. Og þannig að mín draumaðstaða eða svona ég hef alltaf hvatt alla og líka þá sem eru hjá samkeppnisaðilum eða sem eru samkeppnisaðilar bara farið út eins og þið þekki, Fossar var og mjög afgerandi þegar kemur að viðskiptum erlendra aðila hérna heima og það var á tímabili þar sem að var sko 2/3 og öllum viðskiptum erlendra aðila í Kauphöll fóru í gegnum Fossa og það hefur aðeins breyst bæði samkeppni hefur harðnað og svo hefur dýnamíkin aðeins breyst þegar vísitölusjóðir komu inn og það svona meiri tendens fyrir vísitölufjárfesta til að fara í gegnum stóru bankana úti sem fara svo í gegnum sinn viðskiptabanka hérna heima þannig að þess vegna segi dýnamíkin hafa aðeins breyst en þetta bara fjármálaþjónusta þú þarft að hafa fyrir henni þú þarft að fara að sækja þetta og ef að þú sinnið ekki og sinnir ekki markaðssetningu sérstaklega fyrir Ísland sem að mörguleiti svona kvörki valkostur þetta lítið hagkerfi, það lítið velta það mikrómynt og það nánast ekki hægt að fjárfesta þarna að hafa skoðun á bara makró efnahagsstöðunni og þannig að það sem að við gerðum var svo einfaldlega það var bara farið, það voru fundið fjárfestar boðað á fundi með góðu illu og það var tekið pitchið Ísland og hvort sem var skuldabréfa fjárfestir hlutabréfa eða eitthvað annað kannski 1 af hverjum 10 sýndi áhuga og það er kannski gott hitreit og svo fekk sá aðali var bara tekin í skóla það var bara Ísland 101 upp í 501 svo var bara þeim búið að koma til Íslands hitta forstjóraskráðara félaga hitta forsvarsmenn fjármálaráðuneytis hitta fulltrúa Seðlabankans og það meiri segja einn aðili sem var alveg mjög ítalegur í sinni due diligence-vinnu og hann vildi fá að hitta eldfjallafræðing þegar hann vildi bara fá meta líkurnar á bara að eiga myndi springa Hver sjá þegar fréttunum að það Ég náttúrulega skelli hlóðum að þessu þá en það var áður en allar þess að jarðfræðinga Já, hann það í dag og en það var pínu skopleitt ég fór með þennan aðila sem að reyndar kom svo fjárfestu mikið á Íslandi og fór í hús náttúrunar í Vatnsmýrinni og hittum Magnús Tuma og við vorum ég sat við borðið með þeim og við vorum með einn aðila minn megin sem að hugsa í ársfjórðungum og hinu megin sem að hugsa í milljónum ára og reyna svona að finna eitthvað sens út úr þessu samtali var helviti fyndið þannig að já, en þegar þú ert búin að fara í gegnum svona ferli með einhverjum þá náttúrulega byggist upp viðskiptasamband það byggist upp traust og þessir aðalega náttúrulega gátu svo ekkert hugsa sér annað en að beina sínu viðskiptum til þeirra aðalega sem að þeir hafa myndað þetta traust með og það bara, þetta einfallega ferli og svo ef þú hættir að sinna þessu þá fennir mjög hratt yfir þetta því að það alltaf ykkur mannabreitingar og fólk að fara á milli banka eða fjárfesta úti eða verða fá ykkur svona promotions og þar fram til göttunum og þetta svolítið magnað, þú veist, þegar fór að líða á árin hjá mér hjá Fossum, ég nú gerir mjög lítið af þessu dag en þó eitthvað, ég meina það eru eitthvað viðskiptasambönd sem eru svona ennbundið um mig og það þegar þetta yfir langan tíma en þetta eru þá aðalega sem eru flestir orðnir mjög hátt settir hjá einhverju eignastýringu eða reka sinn eigin búanasjóð og þetta eru bara gaurar sem maður var að kynnast þegar þeir voru greinendur og eru búin að svona fara upp í gegnum
gegnum hýrarkið, sko. Og það auðvitað bara mjög verðmætt viðskiptasambönd að hafa, sko. En ef við má svona klikki út af þessu líka að þetta ekki bara, snýst ekki bara að búa til business fyrir reksturinn og að því að við erum líka, við berum að mínu mati ákveðna ábyrgð að halda Íslands nafninu á lofti úti og við erum búin að vera í gegnum árin að vinna mikið markastar með fjármálaráðuneytinu varðandi þeirra útgáfur og því að það náttúrulega mikið heilbrigðismerki fyrir hagkerfi ef að erlend þáttaka há og við erum í gegnum tíðina búin að vera með í skuldabréfum gefnum út af ríkinu 10-25%. Þetta rokka þar. Já. Fer til Svíþjóðar, það 50-70%. Erlendra aðalar sem eiga þessa flokka. Í hlutabréfum, það var mörg skráð félög sem voru með erlenda hlutafa sem jafnvel yfir 20% eignarhaldi sem eru meira og minna því miður og stóri lítið farnir út í dag. Og þannig að það þarf en þetta bæti verðmyndun og þetta eykur skoðanaskipti, það bara hækkar í markaðinu fyrir alla og minnka líkur á að við lendum í svona veldu þurrð sem allt og algengt því miður á markaðinu með heima og það sem að verðmyndun ekki nógu skilur þannig að ég bara hvet alla til að sinna markastarfinu því að það enginn að fara að koma að banka upp á eða mjög fáir að eigin frumkvæði og segja hér vil ég fjárfesta. Það eru bara að horfa á svo margt í sínum mælaborði. Það þá helst þessum í gegnum þess að vísitölusjóði, sko? Já, helst það, því að þá ertu bara og það bara því að Ísland fer inn í einhverja vísitölur og þá bara verða að gera það, sko. Ég mani mitt hvað var, við sátum fyrir 2 eða 3 árum og opnuðu eitthvað sjampó að því að við vorum komin í einhverja vísitölu, Fuji eitthvað, lítið gess síðan. Að því við ætlum að hafa smá gaman að þessu og talaður með 1 af hverju 10 fundum með success átti einhverja horrorsögu viðskiptafundi þar sem að varst að reyna að selja eitthvað og það alveg ekki að vera að selja kannski bara sjampó. Já, alveg margar og ég hef mist tölu á hvað margir hafa sofnað fyrir framan mig bara í stólnum þannig að það svona kannski eina vægari sögunum. Það er áfellistómur og það helviti gaman að hlusta þig. Og kannski voruð bara að senda statement. En það kannski meiri horrorsögur að fyrstu árin eftir við stofnum Posa þá var náttúrulega gríðarleg ráðdeild og ég og Steini við náttúrulega deildum herbyggi og rúmi oftar enn í kærum að viðurkenna. Þannig að það bara auðvitað gengur margt á svona ferðalögum og það gengur á ýmsu. Já, trúði. Það reyndar kemur að næsta, sko. Mér langaði, áður við kannski hvaðum Skaga í bili, þá langaði mig að spyrja hvernig kom nafnið til, hvernig var það valið, Skagi? Já, það er nú saga að segja frá því að ég veit ekki, hafið þið farið í gegnum svona nafnaferli sjálfur? Nei, rétt mista ég mínu fyrir þetta ekki. Já, það ekki. Nei, þetta nefnilega, það er ótrúlega algengt að það vísað í eitthvað náttúrufyrirbæri eða yfirleitt eða eitthvað svona tengt Íslendinga sögum eða eitthvað slíkt og ég get bara sagt ykkur að það nánast alltaf tekið, skilur við. Þannig að það mjög erfitt að finna gott nafn á fyrirtæki og þannig að við í raun og veru við bara fórum og reyndum að gera skemmtilegt ferli úr þessu. Við vorum með svona starfsmann eða leika meðal starfsmanna, getur svo sem myndi koma með gott nafn eða væri innblástur og góðu nafni, myndi vinna eitthvað vinning og það var líka bara gaman, það var mikla breytingar í gangi og en þetta var í raun og veru að finna svona nafn. Við vorum með einfalda kríteríu, þyrfti bara að vera gott íslenskt nafn. Það þyrfti að vera að ganga á erlenda tungu og léni þyrfti að vera laust. Þannig að þú væri ekki með lén sem að væri 100 stafir og ég veit alveg að það voru alls konar getgátur að
að það væri einhverja tengingar upp á Akranes út af því að Reykurinn í stjórn, Reykurinn eins og við kallaðum og Bjarni náttúrulega Akranesi og það má heldur ekki gleyma Villa Egil sem í stjórn hjá okkur. Nei, það má ekki gleyma honum. Nei, hann er mikill skagfirringur og Skaginn sem að Skagafjörður dreifur nafnið sitt af heiti Skagi. Já. Það er samt ekkert af því. Nei. Þannig að við fórum bara í gegnum þetta ferli og Skagi og nokkur önnur nöfn uppfylltu þessa kríteríu. Og við bara tókum lénin á þeim nöfnum sem við hundum og svo þetta svona ítrunarferli og þetta er meðganga og þetta ganga með þetta var alveg nokkuð margra mánaða ferli og svo var þetta orðið svona í lokin einvígi á milli Skagi og Tindur. Já. Og léni var laust og það er náttúrulega til ostur sem heitir Tindur og alls konar sem heitir Tindur en það er svo sem ekkert vandamál en þegar við fórum í rýna hvernig þetta virkar á ensku og þá er það Tinder þá var svona fór bara Tinder út af borðinu Skagi var eftir og það var nelt á það. Já, gott og sterkt nafn til hamingju með. Já, einmitt mörg þessi góðu íslensku bara tekin þannig að Bank and Insurance After Dark, það kom aldrei til greina. Nei, næst já, það er aldrei á seint en sko, það eru þetta Kaldi sem eru með okkur. Já, heldur betur. Taldum gott íslenskt maður Ásko Sandurinn, góði brugsmiðan eru þetta er handverk. Kaldi virkar á ensku líka. Kaldi. Já, Kaldi. Taldum flottan, mér finnst það bara raunverulega flottan. Fá sér eitt kalda. Fá sér eitt kaldan. Já. Í kaupöllunum með þetta. Hágæða handverksbjóri okkar einstaka vatni, Kaldi Lights á klassíski IPA og svo þetta núlarinn góði. Við erum að vera alltaf lengi saman. Farnir að botta hvort annan. Svo er það Neo. Haraldur, hefur smakkað Neo-pítsuna? Vistu það, nei. Hann á hana bara inni. Já, hann á hana inni nefnilega. Við grunna. Við verðum bara að senda hana til mín. Já. Það reyndar sérstaklega, hann er ekki að hámís í pítsu. Það reyndar, sko, þetta er svo þund. Það er alltaf að setjast á mitt. Það reyndar, það er greinilega bara Neo-pítsu. Já, en það eru þetta, hvort sem þú ert bara í pepperóníinu, litla pepperóníinu. Já, þetta er örsmátt. Já, litla pepperóníinu eða einhverju af matseli eins og Northumberto eða einhverju veislu. Það verða 25% afsláttur með kóðunum CAD25. eða Kato, þetta er auðvitað á Hafnartorgi og Löfi en sko, mér langaði að spyrja þig aðeins út í Fossa fjárfestingabanka, við byrjum bara því rekur aðeins ferli með okkur, það er nú ekki hverjum degi sem við fáum menn sem að hafa stofnað Fossa sko, þannig að ekki fjárfestingabanka, ekki hverju þannig að við förum aðeins í gegnum það. Já, sko við stofnum bankan eða við stofnum Fossa öllu sem var verðbréfafyrirtæki þá 2015 og þá var þetta örfáar aðalega, við vorum held í 5 eða 6 og þetta var bara snýrist miðlun, verðbréfamiðlun og til og með sérstaka áherslu á erlenda fjárfesta með innlenda markanum og bara gekk alveg ótrúlega vel og svona hraðar en við gerum ráð fyrir. Við fengum alveg ótrúlega góða móttöku strax og en ég get alveg sagt ykkur að ákvörðunin að fara út í þetta, hún er ekkert einföld. Nei. Ég held að ef það er að velta fyrir okkur að okkur fekk ekki fleiri þess að hugmynd að stofna verðbréfafyrirtæki að það er alveg smá þröskuldur inn á hana markað og þetta kostar mikla vinnu og ef ég get bara sagt út frá sjálfum mér, sko, ég var á þessum tímapunkti var ég framkvæmdastjóri markaðsviðskipta hjá Straumi fjárfestingabanka og bara, ég ætla ekki að segja þægilega innuvinnu, en þetta var innuvinna og ég var að eignast mitt 3. barn, dóttir mín sem er 10 ára í dag og eða á þessu ári og að hún var 2 veirna gömul þegar ég bara kastaði þessu öryggi frá mér og við fórum í þetta verkefni og þannig að það var alveg, það var smá streita það árið og en gekk
gekk eftir, en það bara var þetta innvala lið sem að fór á stað með þetta og síðan þá hefur nú jafnt og þétt var svo starfsemi byggð upp og byggt utan á hana og þannig að það það verður fyrirtækjaráðgjöf, við fyrir með eignastýringu og við vorum með þess að koma svo langt að vera með framvirku viðskipti í gegnum sjóð og já, við stofnum Glim líka sem var rekstrarfélag og settum á laggirnar lánasjóð þar og þetta gerist allt svona í mjög eðlilegu syngi við okkar viðskiptavini. Þeir voru bara, hér líður okkur vel, hér er ekki traust, getur ekki gert eitthvað meira fyrir mig og þannig að það var mjög náttúrulegt ferli og svo í raun og veru það svona í kringum kjölfarið á COVID sem var að þá var tekin aftur svona rýni bara hvert erum við að fara með þetta og hvað eru viðskiptavinir okkar að kalla eftir og hvernig samkeppnislandslagið og þar fram til götunum og við förum sérst í og hefjum þá verkferð að breyta verðbréfafyrirtæki í fjárfestingabanka og aftur það er ekki týnt upp á götunni, þetta eru mörg handtök og bara þannig þið áttu ykkur á að það eru til það eru til tvær leiðir til að vaxa. Það er með innri vexti og með ytri vexti og báðar þessar leiðir hafa sína kosti og galla. Með innri vexti að þá stjórnar vextinum mun betur en ókosturinn við innri vext er að þú fjárfestir oft á tíðum í nýrri starfsemi og tekjurnar koma seinna. Í ytri vexti þá færðu tekjurnar strax, kaupi starfsemi sem er tilbúin en þú tekur áhættu hvort að allar tekjurnar skili sér, það er ákveðin samþættingar á þetta, svo getur þú fengið alls konar eitthvað með sem að passa þér ekkert og þú þarft að leggja eitthvað starfsemi af og svo framvegis. Já, maður kaupaðir ebitur Já, kaupaðir ebitur en þú færð tekjurnar strax. Já. Og þannig að þetta er munurinn á þessum tveimur liðum og þetta var sannarlega innri vöxtur og ég held að sé rosalega áhugavert að heyra svona í samhengi við Fossa hvað þetta er umfangsmikið verkefni þar sem að gerist þannig eiginlega bankið stofnaður. Nú veit ég að þið fylgist vel með og þannig að ég ætla að spyrja ykkur hvað er búið að stofna marga banka á Íslandi síðan á ykkar líftíma eða ykkar ævi? Síðustu 30 árin? Maður er svo illa að sér bara þessi fyrstu ár. Ég ætla að gíska á alls konar konga með banka fyrir hann. Ég hef ekki myndið það. Þú byrjar. Já, ég ætla að byrja bara nútum það er Indó sem kemur. Hann að tala bara síðustu 30 ár, sko. Já. Já, ok. Ætlar að tala bara fyrir utan stóru? Já, ok. Ætlar að tellja allu? Þú ert þarna með, hvað heitir þetta? FIB sem að Bjarni Almars var í svo ertu með viðskiptabankana 3 stóru núna, kærislega mikilvæg. Þetta er svo erfitt, ekki hugmynd. Ef að giska á 10. Já, ég ætla að segja 15. Já, takið eftir hrun. Já. 20. Þetta er allir bankarnir 3 aftur Indó. Nei. Svo erum við með, þú veist. Já, aftur. Ég ætla bara að segja 10 aftur. Sko, ef þú tekur út fyrir sig nýja kaupþing og allt þetta í kjölfarið á hruni, þá er það Indó og Fossar. Og það er ekki fleiri. Það er ekki fleiri og Indó Sparisjóður, Fossar fjárfestingabanki. Og það er alveg ástæða fyrir þessu. Að því að þetta er heljarina verkefni. Þú fer frá því að vera í tilviki Fossa, verðbréfafyrirtæki sem er með tiltölulega einfalda yfirbyggingu. Þetta eru 12-13 starfsmenn þegar mest lét, hlutfallslega lágur breytileg eða fastu kostnaðar af heildarkostnaði og það er alveg hægt að gera ótrúlega flotta hluti með miklum dugnaði sem er alveg frábært og mjög skemmtilegt módel á meðan fólk nennir að vera í hamstrahjólinu. Alltaf leið og það hættir að þá hætta tekjurnar að koma og þá hætti minnkar arðsemi. En þegar þú ferð í og þá veg fyrir að stofna fjárfestingabanka að
þá stækkar starfsleyfi svo mikið eins og ég komin að lánafyrirtæki eða fjárfestingabankar geta gert nánast alla eða veitt alla sömu þjónustu og viðskiptabanka fyrir utan að taka á móti innlánum og neytendalánum líka og þannig að Fossa fara frá því að vera verðbréfafyrirtæki yfir í að vera einingtengd almannahagsmunum og það þarf að auka hlutafé. Það þarf að setja á laggirnar almennilega áhættustýringu, fjárstýringu, það er alvöru lögfræðiteymi, regluvörslu, það er eiginviðskipti. Þurftu þetta ekki þegar voru bara verðbréfafyrirtæki? Nei. Ekki það þessu? Jú, regluvörslu, hún þarf að vera sko, en í miklu minna mæli. Og þannig og þetta þarf alltaf að vera tilbúið þegar umsóknin fyrir inn sko. Svo tekur heillangan tíma að klára umsóknina sko. Og svo ertu komið í starfsleyfi og þá ferðu fyrst til dæmis í yfirskiptum að mega vera með viðskiptavaktir og geta verið að fjármagna framvirku viðskipta og í efnahagsreikning, allt þetta sko. Þannig að og það er það sem ég meina að þessi umbreyting þetta er rosalega mikið verkefni og þetta er rosalega mikið breyting á einu fyrirtæki. Þannig að og svo í kjölfari ferðu svo að byggja upp þessa tekjustrauma og það kemur ekkert bara með því að smetla fingri sko. Og fyrir utan að það þarf að þú þarft að ráða til í mjög hæft fólk sem hefur reyndað tekið mjög vel allar götur frá stofnun í Tilviki Fossa. Þannig að frábær hópur sem hefur alltaf staðið að bankanum og ég vil nú bara segja að það sem hefur verið gert á 10 árum þarna það er ekkert minnar í markamál hvað er búið að byggja upp sterkt vörumerki, mikla starfsemi, nýr banki þetta og af þessu fólki sem hefur staðið á honum þannig að þetta er alveg frábær saga sko. Og svo gegnir bankin í dag algjöru lykil hlutverki í viðskiptamódeli samstæðunar af því að eins og hinn félögin gerir reynda líka en náttúrulega Fossar eru með eina bestu framlínu landsins. Fossar eru besti milliliður fjármagns á Íslandi í dag. Það er engin spurning um það. Þannig að og að geta nýtt þessa sterku framlínu hvort sem það er í skuldabréfaútgáfum fyrir stærstu fyrirtæki landsins eða fjárfestinga fyrir stofnana fjárfesta sorsa lán í gegnum lánastarfsemina sem fara svo í lánasjóðana hjá okkur þannig að þetta er bara mjög skemmtileg saga að fara í gegnum og þannig að en ég held að gleymist oft í þessu þegar þú veist það er í umfjöllun svona viðskiptafjölmiðlum mikið af þessum fyrirtækjum, fjármálafyrirtækjum eru búin að vera það mjög lengi til staðar og en þannig að ég held að gangi svona einhverja að því vísu að þetta sé bara ekkert mál. Ég get alveg sagt ykkur hér og nú, þetta er bara stór mál sko. Ég gíska á 15 sko. Ég held þetta að vera minna mál. Höstrand morgunbollinu, þetta fastu liður í þínu lífi, Birkir? Já, og bara hjá öllum hlustendum held ég. Ekki mér, ég fæ bara einstaka kaffibolla. En ef ég fæ mig kaffibolla, þá er alltaf höstrand. Já, ferðu ekki alltaf bara á morgnana? Nei, þetta er bara spari á mér. Ég sé ekki svona 1 í mánuði. Já, ok. Það er þá creamy karamell líklegast. Já, 1 í mánuði, já. Það er bara tillidagur hjá mér ef ég fæ mig kaffi. Já, áhugavert. Og þá er ég ekkert eitthvað sull hérna og það. Það er bara að því að við erum með þetta í vinnunni og ég elska þetta. Já, það fyrir bara það besta. Þá er það bara höstrand og líka þetta er auðvitað umhverfisvænt. Rétt, gleymist. Ekki. Og ég veit ekki hvort ég að vera að koma inn á það, en þú veist, það er auðvitað gaman að þetta er í Borgartúninu að sjá Viktor á höstrand bílnum. Já. Sem er þetta rafmagnsbíl með aðra hönd á stýri. Vel sexy. Já. Hver ekkur eins og ljón með aðra hönd á stýri? Viktor Bjarki á stýri. Viktor Bjarki á höstrand bílnum. Rétt. Já. Lengjan hendu þetta á okkur VIP-miðum, við kunnum þið bestu þakkir Keflavík versus HK. Vá, það verður þetta komið í ljós þegar þessi þáttu kemur út hver vann. Ég get alveg sagt ykkur núna, það var HK sem tóku þetta. Já, ég er Suðurnesja Keflavík.
Nei, þú hattar þetta bara háká en Keflavík er alltaf Keflavík sko. En þetta er reyndar á Laugardalsvelli. þetta alveg rétt þetta Já. allt sem rétt Já, og svo það Subway já, bátar, salut og fleira gott þetta máltíð dagsins Doritos þannig að það mætti já, hlaði Doritos bara 669 bara Aldrei eitthvað vekja gali verð sko, ég er ekki að fýblast í ykkur núna og ég er ekki með þetta fyrir fram mig bræðingur, það er máltíð dagsins á sunnudum, sterkur ítalskur á lögatum Ég held sér rétt hjá þér. þú ert ekkert að efast það Já, ég ég fór þekki í- minn Subway Ég fór að söpja í mjóttunni síðust helgi. já, þú gerði það Já, það var upplifun fyrir sig. en þó ég fái mig bara einn kaffibólla á mánuði Það þá fæ ég mig Subway svona 3 fyrir viku Já, þú gerir þannig að sko. elska Subway Já, sko, þetta er mjög áhugavert og við erum að tala um Fossa sem er mér finnst mjög áhugavert og mér langar að spyrja sko að því að það er svona mjög gott að við sem fá Haraldinga í settið að því að horfandi á þetta utanfrá, ekki Já. búin að hlusta því að tala um þetta þú veist, ef maður ætla bara að vera eitthvað mjög ófaglegur og horfa bara á árssendingin til dæmis bara tapum á meir en $500 milljarð 23, reynda góður hagnaður 24, sko þú talar á honum innri vöxt og ytri vöxt sko, maður spyr sig þannig er 23, þannig er samt náttúrulega þannig er hann 8 ára gömul, ég velti bara fyrir mér sko, er ekkert skrítið að skila fjárfestingabanka í tapi eða er það bara struktúrum að þannig að þið vissu að þetta myndi gerast eða? Nei, það er vissulega, ég myndi ekki segja þessu skríti. Fjárfestingabankar starfsemi er í eðli sínu mjög sveiflukenndur rekstur og er gegnum gangandi mjög háður ytri breytum í umhverfinu og því þekkið að það er ekkert búið að ára neitt sérstaklega vel á mörgum sviðum fjármálamarkaði núna undanfarin ár og þannig að en á sama tíma að leggja í þessa fjárfestingu og að vera að byggja upp starfsemina og það sem er búið að gerast er að þú ferð úr starfsemi það sem að er eins og ég nefndi áðan tiltölulega lágur fastur kostnaður yfir mjög hár fastur kostnaður. Það þarf að reka þetta allt, öll kerfin, allt starfsfólkið, allar þessar deildir, allir þessar innviðir. Það er ekkert að fara. Þetta þarf bara að vera til staða til að reka einingu tengt almannahagsmunum í dag. Þannig að það sem að, og þess vegna eru við í starfseminni með tekjumarkmið. Við erum að fókusera núna í bili á topplínuna að því að þetta er stærðar hagkvæmnisleikur, bæði í Fossum og Ívaf. Þannig að og tekjuvöxturinn er að ganga mjög vel. Topplínuna, sorry. Já, topplínan sem er bara tekjurnar, sko. Já, þannig, já, skilji. Þannig að tekjuvöxtur, þannig að því, og við erum, þannig að þessi sagt, þetta er bara mjög góður í leið. Já. Þetta er trendlínan eða hallatalan er upp á við. Við erum komið réttum megin við striki með fjármálastarfseminni í heilsinni og það er bara því að businessin er að koma, tekjurnar er að koma. Já, klárt. Og þannig að markmiðið með þessu náttúrulega er að þessar sveiflur sem eru og verða alltaf í fjárfestingabankastarfsemi að það verði þó allavega fyrir ofanstrik sko, en ekki eins og í dag upp fyrir og niður fyrir. Já. Og það er bara verkefni og það er langklaup og þannig að þetta er oft svona svolítið delicate balance líka þegar maður er að í svona lengri tíma umbreytingaverkefni sem maður er bara hálnaði með en maður er að reporta kvorteli sko það gleymi stundum að það þarf að horfa á heilda vegferðina en heilt yfir þannig að til að svara spurningunni þinni að það er ekkert skrítið að við þessar aðstæður með þetta business model á þessum tíma að vera með allan fastan kostnað fyrir banka og vera basically verðbréfamiðlun að það hafi komið slæmt ár sko. Af því að ytri aðstæður voru þannig að þannig að það er óhefnilegt en það er ekki óeðlilegt. Nei, vel svarað. Mér langar að spyrja út í eitt sko, að þú talar um ána því þið byrjuðu bara uppalega í verðbréfamiðlun, svo eru búin að stækka við ykkur og langa markmiðið greinlega að vera bara one stop shop að því viðskiptavinur kunni vel á að versla við ykkur og vildu ekki kannski þurfa að fara aðra staði fyrir aðra þjónustu. Tókst þetta bara góða liftur að þetta áðan en segjum fyrir þann hlustanda og grípir einn af hverjum 10 sem hlustar á þetta af hverju án að leita til Fossa frekar en að fara bara í stóru 3 og 4 bankana? Hver er munurinn bara þjónustinu og almennt? Já, það er til að byrja með, það er alveg rauðu þráður í félagum í samstæðinni að það er hátt þjónusti
og það það sama með Fossa. Það mjög mikið lagt upp úr því að vera með sérsniðlega lausnir, vera lausnamiðuð, leysa erfiðu verkefni, það hefur alltaf fylgt bankanum og ef þú ert að hugsa út frá sem einkabankaþjónustu eða slíkt, að þá ávöxtunin þar hefur verið að ganga mjög vel. Henni í dag stýrt að eignastýringateymi IVAF sem alveg gríðarlega vel manna teymi með býra langri sögulegri og góðri sögulegri ávöxtun og bara sterkri að mínum mati, sterkri hugmyndafræði í fjárfestingum og svo það bara aðgangur að þessu dílflói sem að fara í gennum bankan sem að viðskiptavinir hans hafa náttúrulega eingöngu sem að umtalsvert þannig að þetta svona helstu póstarnir, erlendu áherslurnar líka. Það hefur alltaf verið svona meira horft á yfir í verðbréfamilinu og svoleiðis að það svo tíð samskipti og innsýn inn í hvað alþjóðlegir fjárfestar að hugsa að það gefur bara auka vídd í samskipti við þá og svo það bara þessi frumkvæðis hugsun sem hefur alltaf verið. Að þegar þú ef við byrjum Fossar náttúrulega aðeins að búa að því að vera í stærri samstæði í dag en það bara svo greift í DNA-ið frá stofnun að fyrsti dagur, ekstra dagur Fossa markaða árið 2015 síminn hringdi ekkert sko. Nei. Þannig að þetta allt sótt sko. Og þá þarftu þú ert að gefa viðskiptavinum ástæðu til að eiga viðskipti við þig og það var alltaf gert með því að eiga frumkvæði, að vera með eitthvað view á markaðin, eitthvað fyrirtæki og eitthvað búa til eitthvað value fyrir fjárfesta. Og það bara hefur fylgt félaginu til dagsins í dag. Sko. Já, klart. Vel svarað. Ég segi bara, hvað meilið þetta? Ég held að sé fullt af fólki að vera að sækja vinnu og honum á morgun, sko. Já. Eitt sem ég langar að spyrja því að spyrja aðeins út í ákominni á Fossum, ég langar að spyrja þig bara út í almennt bara afkomuna, náttúrulega Skagi bara skráða markað, þeir eru búin að gefa út fyrirhluta árs 25 og svo náttúrulega ásendingu 24, tap á Q1, góður hagnaðar á Q2, þetta náttúrulega ekkert ósambarlegt og aftur þetta tengist alveg félögin, minna Vís, þá náttúrulega með Rís sjóð þar og þeir eru í skráðum félögum og annað, ef að gefa svo engun, 24 og fyrirhluta árs 25, ertu sáttur? Sko, 24, ég myndi segja 7,5 það það var fín arðsemi einhverju 2,3 milljarðar rúmlega 13% arðsemi ef ég man rétt en fyrirlitið þessi ásegir náttúrulega búin að vera alls konar og ég held að það sé mikilvægt og eitthvað sem að við getum líka bætt okkur í okkar upplýsingagjöf að við þurfum að hafa í huga hvernig samstæðan samsett. Við erum fyrsta lagi með grunnrekstur sem að eru breytur sem að við höfum talsvert mikil áhrif á sem stjórnendur. Svo erum við með breytur sem við höfum engin áhrif á og það líka inn í tryggingarstöð. Það tjón þar og svo það bara hreyfingar á fjárfestingarsafninu. Við erum með tæplega 50 milljarða safn og þannig að til að koma mér að svarinu við spurningunni að grunnreksturinn að ganga mjög vel og sérstaklega í tryggingastarfseminni og það alveg ótrúlega gott starf sem að hefur verið unnið þar undanfarin ár. Það fjármálastarfsemin orðin arðbær og allt á upplið þar og það bara, þetta ekki spurning hvort heldur hvenær hún verður komin í okkar arðsemismarkmið. En svo bara fjárfestingarnar á þessu ári hafa verið bara hræðilegar. Þannig að því þekki söguna þegar Trump fór á stað með tollamálin og fór svona einhvern veginn að endur hann allan balans í heimsviðskiptum að það fór allt á hliðina og það hefði verulega áhrif sérstaklega á hlutabréfa afkomuna í hlutabréfafjárfestingum. Og það svona búið að fara langt með að nulla út jákvæða reksturinn í grunnrekstinu eða arðsemina þar. En
En það er partur af hvernig okkar samstæði samsett. Maður hefur engar áhyggjur af þessu til lengri tíma. Við erum með mjög gott eignasafn. Það hefur verið að outperforma öll viðmið í mörg ári röð. Þannig að það er eitthvað sem að kemur og maður horfir á bara hver ávöxtun af þessu safni til lengri tíma og hún hefur verið eins og ég segi að performera vel. En það er hins vegar ekkert skemmtilegt að fá svona stellar kvortir í rekstri og svo bara er fjárfestingarsafni nullarað sko. Og ég get alveg viðurkennt það sko. Og það er ekkert allir á markaðinum og markaði þeir sem eru að fylgjast með nógu mikið með puttan á púlsinu til að átta sig á þessum. Til að bæta svo ofan að þetta að það er mikið seasonality í tryggingarrekstri. Það er bara fjórðungarnir síðasti fjórðungur hvers og svo fyrsti er náttúrulega tjónaþýsti mánuður út af veðurfari og við tökum þessar sveiflur bara á þessum fjórðungum þannig að við erum ekkert eitthvað að smúða það út yfir ári sko. Þannig að eins og fyrsti ásjónugur á þessu ári að koma og segja grunnvöxturinn er frábær en það er samt tap á honum á svo vont veður svo vont veður og svo allt svona fjármálastar sem er í þokkalegu standi og svo er bara fjárfestingarnir í klósettinu sko. Þetta er ekkert skemmtilegt sko. en þeir sem að skilja, þeir skilja bara eitt sem ég ætla að taka til að slúta á henni hleypi leifi í aðsenda spurningarnar samrunar á markaði, þú veist, bæði Landsbankinn og TM auðvitað og svo núna mögulega Kvika og Arion Skagi, hvernig þú talar að teiknum samkennisásin áðan, hvernig horfa þessir samrunar við þér og ykkur í Skaga? Ef ég byrja á Arion Kviku þá ég held að þetta sé bara af hinu góða. Það er búið að vera ákall aukna skilvirkni í fjármálakerfinu og þetta verður klárlega til þess ef að þið gefnu þetta fá að fara í gegn og ekki mjög breyttri mynd. Þannig að og mér finnst bara flott hjá þeim, mér finnst ekki augljóst að þetta fari endilega án einhverja íhlutunar í gegn sko, en mér finnst rosalega mikilvægt að þessi láti á það reyna að því að við þurfum, eins og ég segi, aukna skilvirkni. Þannig að en þetta fyrir mér finnst mér bara skerpa á okkar stöðu í miðjunni í landslæginu það að það verði í raun og veru til 3 stórir kerfislega mikilvægir viðskiptabankar eftir þetta og svo við og svo smærri og sérhæðari aðlarnir þannig að og ég sé líka tækifæri í því bara að vaksa svolítið inn í þessa eyðu sem Kvika mun skilja eftir sig af því að það er ekkert víst að allt þeirra fólk og allir þeirra viðskiptavinir endilega vilja vera í fylgja inn í viðskiptabanka þannig að þá eru þau með mjög skýran valkost í okkur sko. Þannig að það með þá svo er það Landsbankinn og TM sem að ég held að sé bara áhugaverð áhugaverð skref ég og var náttúrulega vissulega umdeilt á sínum tíma og það er alveg ljóst að Landsbankinn eða TM með Landsbankan á baku sig er mun koma krafti inn í samkeppni og við erum átt okkur á því að Landsbankinn er stærsti banki landsins við erum með flest útibú og vel dreift út all land ef að þeir gera þetta vel að þá munu þeir ná einhverjum árangri í krafti sölunetsbankans en það sem er bara mikilvægt að hafa í huga er að fyrirtækjarekstur er bara þess eðlis að þú þarft alltaf að vera að berjast fyrir þínu og samkeppni er bara af henni góða ef hún væri ekki til staðar þá væri allir bara komnir aftur á hælana þannig að við fylgjumst bara með þessu en við erum að keyra okkar strategíu og hún er að ganga mjög vel eins og ég komin á þannig vísa þá það er alveg ótrúlega ánægri viðskiptavinir sem eru hjá okkur það er ástæði fyrir því að við erum að vaxa hraðast á markanum og
þetta byggir á því áherslan eins og ég nefndi að hann á þjónustu og ég veit ekki hvort ég átti ykkur á því að hérna ég held að það sé ekkert rosalega margir sem að vakna í fyrramáli og hugsa að nú ætla ég að fara að pæla í tryggingunum mínu. Nei, alls ekki. En þú áttaði á hvað þjónustan sem þú fékkst var verðmætt þegar þú lendir í ykkur óvænti og það kemur eitthvað upp og þú ert með rétta vernd og tryggingafélagið sem þú ert að vesla við bregst við með réttum hætti. Það valjú sem kemur í ljós. Þannig að það þarf að hafa það í huga þegar þú ert að velta fyrir hvort þú borgir 5.000 skall minna á mánuði eða hérna 60 skall á ári í tryggingar sko. Þú eru áttað á hvað þú ert að fá fyrir það sko. Þannig að ég bara hvet alla til að nálgast málið þannig. Þannig ég segi við erum ekki hræddu samkeppni, við höfum aldrei verið, verðum það aldrei og hérna þannig að bara let them come. Og það ekki það? Jú. I like it. Let them come, já. Látum þetta vera lokaorðin fyrir riddarspurningarnar. Já. Í blandu þær almennu sem að sjá svo í boði Sútöp. Hann nú einstaklega veldi fara í kvöld. Sannarlega, vel klæddur. Þakka þér fyrir. Egill myndi líklega bara tárast hann. Hann var ánægð með þetta Sút. Hvað þetta Sút, ef maður má spyrja? Þetta stakur jakki sem ég keypti fyrir löngu í Herragarðinum. Sútöp. Já, Sútöp. Ég nú reynda búin að fara með báða syni mína í Sútöp og ég vona í gegnum þennan þátt að þeir eru náttúrulega diggi hlustendur allir væntanlega. Jú. Þeir verða bara að bjóða mér í heimsókn. Ég er stórkaupandi jakkafötum, þannig að ef þeir vilja sýna mig hvað þeir hafa, þá bara endilega hafið þið samband. Það klárt mál. Ég vissum að Jökull og Egill gerir það. Þetta er bara eins og með Fossa. Síminn, hann hringir ekki. Það er einhver að kenna þeim það. Já, það er akkurat það Lukas Leo og hann á hérna fyrstu spurningu. Það er náttúrulega auðvitað misjafnar þessar spurningar. Hvaða hlutabréf á maður að fara þungur í og af hverju er það Alvotech? Já, þetta er spurning og svar. Ég ætla nú ekki að fara úttala mig hvaða bréf á að vera að kaupa en ég get sagt hérna Lukas og ykkur það að ég er ég bara hvet fólk til að horfa á þetta í stærra samengi og vera að byggja upp drifteignarsafn og ekki síst hafa hlutaði fyrir utanlandsdýrana. Ég bara sjálfur segi og það er mitt motto að vera með á minnstofasti, þarfst ekki að vera með það strax en stefnaði að vera með minnstofasti helmingina einhverju eignasafni í erlendu. Og því að við erum í örmynd og hún er dimmt út. Ég veit ekki hvort þið hafi heyrt söguna því að það er oft talað og þó að krónan hefði sér búin að vera helviti stöðu, svona merkilega stöðu undanfarin 5-7 ár sko. Það var alltaf talað að krónan færi upp stigana niður með lyftunni sko. Og þá eru seint að bregðast við sko. En það er ég myndi horfa á þetta þannig að dreifa eignaflokkum og bara ef þú vilt vera með exposure og alveg þá bara gerur það. Ég veit ekki hvenær það springur út en ég vissum að það er margt bendið til þess að þetta getur verið alveg ótrúlega svona jákvæð ruðningsáhrif fyrir íslenskt hagkerfi og þegar byrjað að gera það og þannig að þetta eru mín 2 cent inn í þetta. Klárt mál, Eyþór Helgason hann á næstu. Finnst þið markaðsumhverfið í heiminum búið að breytast á seinustu árum og peningastefna þjóða farin að skipta meira máli varðandi þróun hlutabréfamarka til dæmis með aukinnótkun á quantitative easing? Já, hún er klárlega búin að gera það og einhverju leyti búið að ganga tilbaka en það sem að mér finnst vera að hafa byrjað að hafa svona meiri áhrif á markaði heimsins er tækni og hraði bara, það er svo mikill hraði í öllu þannig að mér finnst það að vera svona stóru breytundar í þessu og annað sem að mér finnst líka vera rosalega athyglisvert ef þið horfið á bara Bandaríkjamarkað til dæmis að þetta er orðið svo
svo stór fyrirtæki sem að í raun og þetta verður mjög svona mikið konsentrerað ákveðna svona geira og þannig að því leyti finnst mér og það ekkert endilega góð þróun sko, af því að það minnkar alla dreifingu og en hins vegar auðvitað leita fjármagnið þar sem að voninum ávöxtunni sem mest, þannig að það bara eðlilegt en ég held að enn og aftur að koma það að bara reyna að horfa á það eru til fleiri eignaflokkar en hlutabréf og skuldabréf og bara vera með dreifa áttunum sinni á þá og láta þetta kompondast yfir tíma, það er alltaf er ekki sígandi lukka best. Jú, þeir segja það. Já. Riddararnir vilja þetta strax. Bjarki Hólm, já, þú veist, við bara, við erum ekki í ritskoðun hérna, Nei, þú bara lesa á blaði. Já, ég bara lesa upp á náttbyrjar. Hversu mikið getur lagt inn á mig svo ég eigi efni á íbúð, spyr Bjarki Hólm? Já, sendu tilbaka hvað á íbúðin að vera stór. Sendu við drögin. Ein nafnlaus hvort og hvenær mun Íslandsbanki í gikkin og kaupa vís? Ég hef bara ekki hugmyndu það. Þannig að við erum bara skráð félag á markaði. Ef þau hafa áhuga á okkur eða einhverjum á okkar eignum þá vitaðu númerið og þau eru með tengingu á kaupillinu. Já, þeir eru með númerið. Þeir eru með númerið. Með hluta Skaga búist við arðgreiðslu árið 2026. Það er stefnan. Þannig að við erum arðgreiðslustefnan okkar við erum með 40% hagnaði en við erum hins vegar þegar þú ert að fjárfesta í vexti þá erum við með ákveðin svona undan þá ákveði sem að við nýttum til dæmis í fyrra að því að við keyptum íslensku verðbréf þannig að þá getum við vikið frá þessari arðgreiðslustefnu en já, stefnan að gera það hins vegar að þá eins og ég komin áðan með mótilu okkar og hvernig afkoma okkar samsett að þá hafa bara til dæmis þróun á mörkuðum ansi mikið það að segja hvernig það fer. Já, kannski ein frá mér að því að þetta er búið að vera ansi góð yfirferð hjá okkur og við heldum við ná að kofra þetta ansi vel. Eitt sem ég kannski náði ekki alla að tala nægilega vel er þessi kaupa íslensk verðbréfum. Þeir eru með 200 milljarða í stýringu núna. Já. Sko talar samkeppnisásinn, hvernig samkeppnisásinn bara í eignastýringu hjá okkur samanborið við hinn, eigið breyki hina stóru? Já. Það meina í stærð, ekki í þjónustöðinni slíkt. Já, nei, þetta er góða punktur, gott að komast inn á þetta. IVAF er með rúmlega 200 milljarða í stýringu en svo eru Fossar líka með einkabanka, þannig að við erum með, ég man ekki hvað við erum á bortunum síðast, eitthvað þetta er ekstra á bilinu 230-235 sem að við vorum með í loki júní og og ef að ég held þessu örglega að fara með rétt mála að IVAF á fyrstu 6 á þessu ári auksu mest í aumi flestir aðrir voru að draga saman þannig að þetta er á réttri leið þar og en þetta það má eiginlega segja að IVAF er stærsta eignastýringafélag utan viðskiptabankana og þetta bara komið í sömu stærðagráðu og stefnir og Íslandssjóðir og reyndar landsbréf stærst ef mann rétt, svo kemur kvika eignastýring það er reyndar að blanda saman sjóðir og söfn og þannig að og IVAF í rúmlega 200 þannig að þetta er komið í þessu stærðagráðum afkoman eins og aftur þetta með stærðarhagkvæmina og hún er ekki í sama flokki og þessara félaga en er að nálgast það hins vegar og þannig að þetta í þessum stærðarflokki með þessum félagum erum við algjörlega komin í efstu deild þar og það sem að mér finnst gaman við þessi IVAF-viðskipti sem að ég held að sé pínu vannmetið er að hver okkar strategiski ávinningur af þessu fyrir utan að
að kaupa félag sem var nú eitt af eldri fjármálafyrirtækjum landsins með held ég sögu eftir 1987 að ofboðslega gott teymi, áhersla á Norðurlandi, við erum með skrifstofunum á Akureyri og Reykjavík, rýma mjög við áherslur okkar að þjónusta landsbyggðina betur og það hefur gengið alveg ofboðslega vel að byggja upp svona starfsemina hjá Vís og Fossum hana fyrir norðan. Enda erum við, svona tilfinningin að þetta kannski hefði mátt vera betur sinnt þessu markaði eða þessu svæði fyrir norðan og við leggjum mikið upp úr því að við erum mætt til leiks til að byggja upp á svæðinu. Það ekki verið að kaupa þetta félag til að færa starfsemina suður. Það númer 1, en strategiski áhöringunni var ekki síður sá að hvort sem að umræði Fossa eða Sif fyrir, báður þessi aðalega voru með mjög sterka stöðu gagnvart fagfjárfestum og stofnanafjárfestum, en ekki einstaklingum og fjölskyldum eða retail eins og það kallast. Íslensk verðbréf hins vegar er með helviti sterka svona presens í retail og hægt að kaupa sjóði á netinu, erum með reglulega sparnað, erum með opna sjóði sem að bæði erlenda og heima, hlutabrif, skuldabrif og þar fram til götunum, blandaði sjóði og þetta alveg lykil púsl í að geta farið að bjóða þessa sjóði svo til þessar 60.000 fjölskyldna sem í viðskiptum hjá Vís og þannig að þau geti kjósið þau svo að fara að svona byggja upp reglulega sparnað eða bara kaupa sparnaður hjá Íva þannig að þetta líka bara lykil púsl inn í svona heildar módel hjá okkur þannig að og bara mjög gott svo það auðvitað stærðað hækkanir bara tvöfaldað með á í einu vettvangi. Síðast spurning frá mér, hún nafnlaus frá rittara hvað græddi Vís á þessum samruna þar sem arðsemin virðist bara vera í tryggingarekstri, segir nafnlaus rittari Já, ég held að við farin nokkuð vel í þetta áðan Ég vildi bara að því að hann senda hann inn Já, nei, að gera þannig en þetta það eru öll félög í samstæðinu sem að njóta góðs af því að vera í samstæði með hinum félögunum að njóta góðs af samnýtingu innviða, kostnaðarlækkun hjá Vís að hluta til komin til vegna þess að það eru fleiri félög í samstæðinu núna sem dæmi, þannig að það svona hluti af svarinu og svo bara tekjuvöxturinn hann kemur ekki allur auðan, það er talsvert að krossul innan samstæðu, svo enda samstarf í Íslandsbanka líka sem að ganga mjög vel og þess vegna eruð með símanúmeri og við erum bara mjög ánægð með það samstarf og þannig að svarið við þessu að það er heilmikið og hluti þessari arðsemi sem hann vísar í að koma þaðan. Mjög gott. Klart. Mjög gott. Sko, áttu eina aðgerð sem að lyfti ánægju og Vís mest? Sko, eina aðgerð. Einhver góð maður sagði að þegar þið mættuð inn í Vís þá ætluðu að appa ykkur í gegnum allt lífið en svo föttuðu kannski að þeir að taka móti fólki í sinni mest vulnerable eða viðkvæmu stöðu þannig að þú vilt kannski tala um manneski þegar þú ert að díla við það. Já, sko þetta er mjög góð punktur og sko að því að vera að tala hafa að tala þessu stafrænt þjónustu fyrirtæki og sko ég held í fyrsta lagi held að hafi komið mjög margt gott út úr því ferli sem að miklir innviðir hafa fjárfest í innviðum ég bara þannig að þið vitið og forsöguna sko ég búin að tryggja hjá Vís frá því að ég eignaðist eitthvað sem var þess verið að tryggja og og sko afi minn var í stjórn Vís í gamla daga og þar áður í stjórn Brunabótafélags Íslands og þannig að ég bara alveg upp við það að maður tryggði hjá Vís og en ég man
hérna svo svona eins og gengur að gera í gegnum tíðina þá eignastu fleiri hluti sem gott að tryggja og hérna ég fekk einhvern tímann hérna hvort það var 2015 eða 16 5 eða 6 eða 7 bréf frá Vís sama daginn sko sem voru mismunandi tryggingar og ég dreifði þessu yfir eldhúsborðið mér það svo magnað sko og hérna þannig að hérna þetta allt önnur staðið í dag sko og það að hluta til afrakstur af þessari stafrænu vegferð hins vegar við ánægjuvogina að sko það ekkert að hérna þú getur ekki bara appaði í gegnum alla fjármálaþjónustu sko hérna og sérstaklega þú lendir í einhverju óhappi sko. Hún nennir ekki að tala við hvað vélmenni þá sko. Nei og þú vilt bara tala við mannesku og sama skapi hérna sérstaklega á landsbyggðinni að þú vilt hafa þjónustu á svæðinu sko. Þú vilt ekki þurfa að tala við eitthvað botta sem hérna effektífli staðstöður í Reykjavík sko. Þannig að hérna Sjönnlega sko botti. Já, sjönnlega. Það alveg sérfræðingar á sinni. og hérna þannig að en ég held að þetta sé svona beggja blans. Ég held að það kemur margt gott úr stafrænu hérna nýtingu stafræna verkfæra og það á bara að gera til þess að hérna, þjónustu upplifinu verður betri en þú þarft mannlega touchið þarna og það hárrétt hjá okkur sko. Þannig að það klálega að keyra ánægjuvoginn upp. Já. Allir að tryggja sig á Vís. David Jones, Þorvaldur Freyserinn, hann með einfalda spurningu ertu ég að döðlu sjúkur og kattbræður? Herðu, það enda að segja frá því. Ég alveg búin að vera á kafi í þessu döðlum. Það? Já. Þetta helviti gott sko. Hérna, ég hjóla helviti mikið og hérna á fjallaskíða. Ég finnst þetta frábært í það í staðan fyrir að vera með eitthvað gel sem uppfullað einhverjum gerfefni sko. Bara hérna, þannig að ég alveg í döðlunum. Og mér finnst þarna hvað heitir það, karamellan og Salt í karamell, pínat salt í karamell. Taldu meistaradeildina, þannig það. Þetta meistaradeildina. Já, þú út í fjallaskeiðunum og hjólreiðin, minn maður. Já, þetta maður. Líst mér og í golfinu, þetta næst bara paddelið. Já. Látum okkur sjá að það einhverjar fleiri hérna í lokin áður komum að kaldastriðinu. Nei, eru ekki bara farið kaldastriði? Jú, við skulum bara vinda okkur. Já, þetta var nú bara. Það 18 plus. Já. Við erum nú aftur dark hérna. Þið verður að sína mér þetta. Það komið að kaldastriðinu boðið frumir og kemi allir með nýjendastaf. Drífa sig í skoðun og svo það kemi bílaperur í úrvali yfir alla gerðir ökutækja. Ég kannski bara ekki velja kemi vöru vikunar fyrst fyrir maður. Já, komdu með það bara. Ég ætla að fara í klassíkina. Maður ofta að finna pjóli hérna. Það mjög mikið að framandi dótið að finna hjá kemi. En ég held sér bara Vafti 40 fytur hinsir. Bara svo klassíski. 1950 kall. Já, ég tek hann. En það kom að kallast þér. Haraldur, ertu komið stellingar? Já, byrju hvernig fer þetta fram aftur? Það bara nokkra hraðspurningar núna. Já, sjálfsögum. Og hérna, við dempiðum bara á þig. Skulum bara hefast henda. Kaldi á krana, dós eða úr flösku? Krana. Klassískur núllari eða light? Light mest. Arðgreiðslur eða endurkaup? Hvenær þarftu næst að fara með bíliðin í skoðun? Ég nýbúin að fara með einn í skoðun. Já, vel gert. Og hérna, mjög líklega frumherja. Mjög líklega. Hérna, og svo hinir það langt í það. Já. Einn drauma bílavara hlutur hjá Kimi. Þú mátt bara velja hvað sem er. Ég drauma vara hlutur. Já. Hvað sem er. Ég myndi vilja fá svona úrhleipibúnað í gamla Defenderinn minn. Já. Hvernig væri það? Það er hann sem er nýkomin sko. Hann fyrir álega sko. Nota hann í fjallaskíðu. Vís eða Fossar, hvor minn er betra ár 2026? Vís. Batana. Já. Skuldabréfi eða hlutabrjefi í fjárfestingarsafni Vís, Gondvírhett. Skuldabréfi. Í dag? Já. Liði enska boltanum? Arsenal, sjálfsögðu. Já, nallar. Arteta inn eða átt? Hann er inn. Þetta er alveg að mjagast hjá honum sko. Engin titill í ár, farinn?
Nei, það verður titill í ár Já, ok. eða á þessu tímabili. Já. Þannig að, já, þú meinar ef hann farin ef hann kemur ekki. Já, það getur alveg Já, gerst. þá skoðum við það. Já, þá skoðum við það. Já, Vá, En, kröfuharður, I like Hann er it. harður, Já. sko. já, en þetta er samt, þetta er langi leikurinn. Ég er náttúrulega... já, þú ert project kall, sko. Já, og Wenger var nú þetta heilengi, en ég er búin að vera Arsenal-maður frá því að pabbi minn kom heim frá London þegar ég var 5 ára eða eitthvað og ég fekk bara eina treyju Já, og gjörðu svo vel. þannig að ég hafði ekkert með það að segja og þannig að maður er búin að ganga í genið súrt og sætt, þetta er búið að vera helviti súr ármörg núna, en þau eru allavega, þeir eru innit, þeir eru innit. Já, þeir eru í barátunni. Gyökkeris yfir eða undir 15 mörg. Yfir, alltaf. Ég er alltaf yfir. Groceries. Hagnaður í dag eða fjárfestingi vexti til 3 ára? Fjárfestingi vexti til 3 ára. Ég ætla bara að enda þetta loka spurningunni. Já, hvað er með það? Haraldur, þetta er búið að vera frábært. Ég ætla að koma með eina, sorry. Já, gjörðu svo vel. Uppáhalds íþrótt Já, bara ein. Fyrir mig að horfa á fyrir þig, skíði, til að horfa á. fótbolti. Já. Vel gert. Já, ég ætla bara að þakka það fyrir frábært kvöld. Þetta er búið að vera geggjað. Sorry, ég get ekki hætt. Sér já. eftir í eldhúsinu. Já, herðu. Vel gert. Ég sér eftir í eldhúsinu. Ég er... Nú er mikið í vinnunni. Mikið í vinnunni. Það er að heilla fjölskylduna. Já, sko, ég á 2 úlingstrengi sem að þegar þeir vilja að ég geri vel við þá í eldhúsinu, þá ger ég nautasteik fyrir þá. Yfirleitt grilla og yfirleitt tagliata stæl sem að er með smá rúkóla og parmesanosti og smá balsamik og ég þarf að bjóða ykkur í maður. Já. Ef það er helgi, rauðin með. Já, vá. Hljómar helviti bara vel. vatn í munni. Það er trufla matur? Nei, nú er ég búin. Nei, ég ætla að segja þetta er bara glæsilegt. Takk hérlega fyrir komin Haraldur. Sko, þú ert ennþá ungur á árum, glæsilegur, eldist og talandi rauðvín, eldist og gott rauðvín. Eitt ráð til ungs fólk sem vil ná langt í atvinnulífinu? Já, ég er nú alveg með nokkuð mörg, en hins vegar þegar uppi staðið þá er þetta rosalega mikið bara dugnaður og ekki láta metnaðinn alveg gleypa það. Þetta er, þú veist, vertu masteraði það verkefni sem þér er falið hverju sinni og faraðu svo áfram og svo bara byggjur þið þannig upp og já, ekki reyna að hoppa yfir einhverja tröppur. Haraldur Þórðarson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig.